Fallega fólk, við erum komin aftur og að þessu sinni komið afreksfólk í sófann. Ég ekki á heimavelli, það alveg á hreinu. Til mín eru komnir gönguhrólfar og göngugarpar. Þau Hólmfríður Vala Svavarsdóttir og Aðalsteinn Árnason. Árnason, alltaf kallaður Steini. Steini, alltaf kallaður Steini. Verið hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Hvernig ferum ykkur í sófa? Við erum alveg sófadýr inn á milli, það ekki Steini? Jú, við kunnum alveg að liggja í sófa. Já, kunnum alveg að hafa Þið kunnið það líka? Algjörlega, já. Heyrðu, þið eru nýbúin að ganga gegnum heljarinnar ævintýri. Jú, við erum nýkomin heim frá Grænlandi og þar gengum við yfir jökulinn ásamt góðum hópi af fólki, 8 saman og þverum jökulinn á 31 degi og það eru tæpir 600 kilometrar á skíðum. Já, þetta ekki alveg Eiríksjökull, þetta er aðeins stærra. Þetta er risastórt. Þetta er risastórt. Hvernig kemur til að maður fer í svona ferð? Hvað er það sem kitlar mann og hvernig fer maður í svona ferð bara? Af hverju gerir þið þetta? Það er bara, maður þarf alltaf að prófa sig, fá áskoranir og vita hvað maður getur og vera aðeins fyrir utan þægindarammann. Ok, okkar þægindaramma eru ekki á sama stað, það er alveg reynu. Ég held að við séum búin að komast að því að það sem er erfitt er gaman, það ekki Steini? Jú, algjörlega. Ég spurði mig stundum að þessu hérna upp á jökli og þegar vorum búin að labba hérna í einhverja, ég held um 15-20 daga, þá allt inni fattaði það, svarið við af hverju, það er bara að því ég get það. Nákvæmlega. Þetta er ekkert flóknara en það. Þetta er líka bara, þetta hlýtur að vera makalaust og svo magnað að búa svona einstæðri reynslu. En hvað það? En þið skráið ykkur til leiks hvar? Hvernig fer maður í svona hóp? En það er nú ekki eins og þetta sé, þú veist, göngufélag Akureyrar. Nei, maður náttúrulega þefar uppi öll ævintýri. Já. Það komið náttúrulega mjög ekki framboð á alls konar ferðum, það er fullt af fólki að gera alls konar skemmtilegt. Og við höfum tekið þátt í svona hinn og öðru semst í gegnum tíðina og þá alltaf kynnustu fólki og eins og þessu tilfelli þá hnippti Vilborg Arna í mig og sagði mig frá ferðinni í september og október, ég man ekki hvað það var. Og það var bara, ég er með. Peppaðist það bara strax? Já, ákvað bara strax og ég sagði ekki nokkur manni frá þessi marga mánuði, bara hélt þessu fyrir mig, þetta var alltaf alveg galið. Ég var bara kissötum með maður, allt og feitur og allt í rugli og ég þurfti bara að taka alltaf hressilega á. Það er þannig? Já, það er þannig, ég menna, skilur, ég ætla alltaf verið í góðu formi, en svona, ég var á leið niður alltaf hratt, þannig að ég þurfti góða áskorun til þess að, gefa sjálfum mig spark í rassinn. En ok, aftur að Grænlandi, nú og Grænlandsjökli, hvað var erfiðast við ferðina? Í ferðinni sjálfur, kom aldrei stund þar sem þið hugsuðu? Nei, ég held að aldrei komið svona stund þar sem maður hugsaði alveg að vera að gefast upp, en oft komið kannski svona aðeins erfið moment, en það sem þú þarftur í þessa ferð, þú þarft náttúrulega að vera í góðu líkamlegu formi, en hausinn verður að vera í lagi og sjálfsvorkun hún er bara algjörlega bönnuð. Þegar þú vakna í tjaldinu og það er bara allt hrímað og það er ennþá, kannski frostið farið niður 35 eða meira, 31 frostu nóttina. Þú vaknar og allt hrímað, allt kalt og þú þarft að rífa það upp og byrja að hita vatn í morgunmatinn. Þá þýðir ekki að liggja þarna og hugsa, djöfull, væri nú gott að vera aðeins lengur, það er bara, maður bara fer í verkin og það er málið, að alltaf þegar kom einhver hugsun að þetta væri erfitt eða eitthvað svona, þá bara slökktu maður á henni. Ég skil. Og ef þú getur það ekki, þá áttu ekki heima það. Ok, en ég skil hvernig maður undirbýr sig fyrir svona ferð líkamlega. Það er eitthvað sem þú gerur, einhver þol og svo framvegis. Hvernig undirbúið ykkur andlega fyrir svona ferð? Í fyrsta lega náttúrulega erum við með langa reynslu af hvernig ég var að segja, svona erfiðum verkefni, vera lengi, krefjandi aðstæður, vera lengi úti, hvort sem það eru margir dagar eða margir klukkutímar. Og við erum, búum öll að þeirri reynslu að geta talað okkur til og sagt, það er bara, nú þarftu bara að halda áfram, eitt skref í einu, og svo ofan á þá reynslu, þá fengum við góða þjálfun. Þær settu leiðangurstjórarnir okkar, Brynhildur og Vilborg, að þær settu upp flott prógram fyrir okkur, þar sem við þurftum að fara í gegnum það
í hverju ertu góð, í hverju ertu að bæta þig, hvernig viltu láta tala við þig, hvernig tala þú við aðra og þetta bara var sem var að malla hjá okkur bara allan veturinn eða semst hérna fram á brottför, hvernig tjaldfélagi ertu, hvernig tjaldfélagi þú veist viltu hafa og þú veist þetta var allt rætt þannig að þegar að maður þú veist var orðin þreyttur og bara langaði að leggjast niður og þá bara kallaði maður í þessa þekkingu og reynslu og þú veist ég var duglega hérna að kalla bara á alla reynslu sem ég hef verið, þú veist ég gengi Vasagönguna, Laugaveginn, Hlaupalaugaveginn, allt þetta og veist bara að þú veist það þýr ekkert að leggjast niður hér, nú bara hérna þarftu að halda áfram og þetta bara, maður byggir bara ofan á það sem maður hefur og kallar þetta fram. Þetta er alltaf svona persónuleg naflaskoðun sem við fórum alltaf í undirbúningnum og svo það sem kannski ég gerði sem að mér fannst óbúslega gott var að ég tók æfingarnar mínar þegar veðrið var verst. Ég gekk mjög mikið á gönguskíðum og hérna iðulega fór upp í fjall upp í braut þegar sá var lokað. Það bara skíta veður, enginn í fjallinu, þá fór ég að æfa. Og þá æfur það bara að vera úti og láta það líða vel í erfiðum aðstæðum. Það er bara algjör snilld. Því að þegar hann á jöklunum og maður hann er þreyttur og það er skíta veður og hann blæs og það er kalt og þá er það bara ekkert mál. Maður bara vanur. Og fenguð alveg skíta veður og hérna hríðarbil og... Já. Við hérna, þau segja að það hafi ekki verið sem stjafnvond veður á Grænlandi í 20 ár. Þannig að við fengum bara allan pakkan. Frábær tímasetning. Já, en þú veist, sem að við segjum alltaf bara, við fengum allt fyrir peningin. Þú veist, það er ekkert mál að labba í sól og blíðu og logni, þú veist, dag eftir dag. Það er bara, þú veist, það má bara passa sólbrenningi. En að vita það að þú kemst ekki inn í 32 daga, að það er svona áskorun. Við gengum sko 10 daga í beit í hvítablindu, semst snjóblindu. Jesús minn. Þannig að semst... Það er þriðjungur ferðarinnar. Já, himinn og haf rann bara saman í eitt. Þetta var góð samlíking er að segja að þetta er eins og að rata í mjólkuglasi. Það er bara svoleiðis, sko. Jesús minn. Það gerði verkum að hægði á okkur. Já. Af því að í þessari hvítablindu þá bara horfir þú niður á kompásinn. Það þýðir ekkert að taka mið einhver staðar og ætla að labba þangað því að þú sér ekki neitt. Þannig að það hægði verulega á okkur þessa 10 daga og svo náttúrulega allt annað viður. Já, vá, það lítur að vera rosalega þreytandi fyrir höfuðið að missa alla svona þessa fjarlægðarskynjun og bara, þú veist... Já, oft átti ég svona smá vandræði með jafnvægi, þurfti aðeins að passa mig og ég var frá að labba, sko. Veist, maður lappar náttúrulega svona gönguskíðum, sko. Ég var frá að labba svona, sko, til að hafa stafan út, það er hrikalega ljótt, þannig að náðu að rétta mig á hana einhvern tíma á leiðinni. Og skegum þjálfarina og til. Já, ég er að fá smá hérna aðstoð. Veistu þá bara, herðu? Það er svolítið að tagna. En það er náttúrulega, þú veist, og það getur valdið líka bara sjóveiki. Já. Að hérna, við erum alltaf að horfa onni í snjóin og þetta einhvern veginn bara rennur allt saman. Svo er annað þessu sem er rosalega spennandi, það er færið. Því að sko snjórinn þarna er hann öðruvísi en hjá okkur. Það er miklu kaldara, snjórinn er miklu þurrari. Þannig að það er ekkert rennsli. Skíðin renn ekkert. Þetta er bara stöðugt plamp. Bara eins og að labba á teppi. Já. Ok. Já, og oft sagt að draga sleða eða púlku sem við köllum í svona, það er eins og draga á sandpapír. Það er svo mikið vinna. Vá, hérna. Þannig að það er ekkert sem vinnur með manni. Nei. Og náttúrulega með 80 kílóa sleða pluss í eftirdrægi. Og það var náttúrulega þessar helstu tafir sem að við vorum lengur en við ætluðum að vera. Við vorum með áætluðum 25 daga, mat í 28 daga, en voru svo 32 daga. Eða 31. Já, ég skil. En það var þú veist þessi hvítablinda og bara færi kuldin. Að því að þú veist þessi kuldi hann breytir snjónum, gerir hann svona þurran og staman. Og blessaðir rifskaflarnir. Já. Við getum ekki glemt því. Þú fær svona pínu akkurat. Já, þetta er svona, sko, við þekkjum náttúrulega bara svona snjófúk í Íslandi sem myndir svona, einhver langar skaflar, sko. Þeir eru mjúkir og ávalir og svona, þetta er ekkert vesen að fara yfir þetta. En þessi rifskaflar sem eru hérna á austurströndinni, þeir eru bara mjög skarpir, þeir eru glerharðir og þetta raun að virka þannig að þú ert á skíðunum og klifur upp á skafl sem er, veist, 50-60 cm og ferði yfir. Og svo byrjar að fara upp á næsta og þá er sleðin eða púlkan
Óguð, já, aftan við fyrsta skaflinn, sko. Já. Og þetta, það var bara allt fast. Og það var bara Rikki áfram með mig og taka aðeins á þessu, sko. Og þetta voru hvað, 4, 5, 6 dagar? Veit það ekki. Nei, það var bara leiðinsteini. Þú er greiðlega aðeins svona fjarlægast eftir baspurinn. Þetta er farið að vera í svona giltu ljóma. Þetta var náttúrulega ræðislegt. Það var búin að gleyma hvað það var erfitt. Erfið fæðing en svo, þú veist, allt í góðu. Allt í búin í næsta barn. En hérna, sko, ok, svo þið komin heim, eða í heimahöfn. Tekur ekki við eitthvað prógram líka bara svona í aðlögun eftir á? Nú spyr ég bara. Já. Jú, eiginlega bara að fjölskyldan þoli mann, sko. Það var pínu þannig að bara... Já. En það er bara svo svefn og matavinnur og allt, sko, þetta. Já. En þarna skilur hann svo milli okkar, sko. Vala er náttúrulega alltaf bara í toppformi. Já. Og veist, ég sá einhverjar myndir bara stutt eftir hún kom heim og þá hún fara að hjóla og gera eitthvað rugl, sko. Þá satt ég bara heim í eldhús og var bara að borða. Já. Skilur við. Ég er bara alltaf svangur, ég er bara viðurkenna hér með, ég er með alveg svaðalega matarfíkn, alveg hæsta stíði núna. Ok. Og hvað langt séu að koma heim? 3 vikur eða 3 vikur, sko. Og maður er ennþá í smjörinu, sko. Og þú ert ennþá að skóplið þig? Ég er ennþá að skóplið í mig, sko. Þetta endar ábyggilega með ósköpum, sko. En kroppurinn, það sem gerist náttúrulega í svona löngum túr, svona erfiður, að kroppur étur sjálfan sig. Já. Að maður bara étur fituna og maður étur vöðvana. Ég misti, sko, hvoru tveggja, fullt af vöðvum og fullt af fitum. Já. Og hérna, svo bara er hérna bara neyðarástand í kroppnum núna. Ég ét allt sem ég sé, sko. Já, ég skil. Okay. En þetta var náttúrulega líka þannig, sko, að maður var hættur að nenni að setja smjörið ofan á harðfiskinn. Heldur bara, þú veist, beiti smjörið og setti svona lítinn bita harðfisk á móti. Já, akkurat. Það var stærri hluti, sko. Smjörið gaf miklu meira. Já, akkurat. Og maður er náttúrulega ennþá í því að smyrja bara þykkulagi á brauðið, sko. Ég var að hugsa það bara síðast í gærkvöldi, sko. Ég er búinn að ná að venja mig af því að borða frosið smjör. Já. Núna borða ég bara smjör við stofu þetta. Alveg galið, sko. Þú kannski verið fyrstu kvöldin bara með fjölskyldunni fyrir fram á sjónvarpinu með bara smjörstikki í hendina og horfa á sjónvarpinu. Já, nartaði. Þetta var náttúrulega, þú veist, svolítið merkilegt að vera bara með smjörstykki og bít í það, sko. Þú veist, aldrei hefði mann dottið það í hug að það væri bara gott. Nei, einmitt, en þú veist. Já, en ég var búin að reikna mér einhver 40 grömm af, 80 grömm af smjöri á dag. Já, ok. Og ég kláraði það á hverjum degi. Já. Þú veist, ég hugsa að ég geri það sjálfur en ég er ekki enda er ég nú bara eins og ég er. En sko málið er að eins og fyrir kallmann í svona ferð þá þarf maður að gera ráð fyrir að taka inn svona 5.500 hittæringar á dag. Okay. Jafnvel 6.000. Það var það sem að ég ætlaði til þess að gera. En svo bara, þetta er svo mikið magna mat, þú hefur ekki listina og svo er ferðin svo krefjandi, þú hefur ekki tíma til að borða þetta. Nei, ég skil. Það er eiginlega ótrúlega, sko. Veistu, yfir daginn, það er maður bara einhvern narti, maður er ekki að borða. Nei. Svo maður raða í sig á mótnana, maður fyrir út úr tjaldinu og svo eins mikið maður getur maður fyrir í svefnpokann á kvöldin. Já, hérna. Já, ég segi bara velkomin heim og það er gott að þið nutuð þess að þetta á dásamlega ferð. Þetta hljómar gríðarlega spennandi og ótrúlegt afrek. Já. Takk fyrir það. Þannig að hérna bara og góða ferð hvert sem þið færi næst. Ég vil segja, það er allt hægt í góðum félagsskap. Já, þetta eru frábær lokaorð. Það er alveg satt. Það er allt hægt í góðum félagsskap. Mjög gott. Munið það er allt hægt í góðum félagsskap. Við sjáum eftir þessi smá stund.